Hæ, góðan daginn. Ég heiti Anna Kristín og ég mun kenna ykkur þennan áfanga í vetur og það eru allar upplýsingar hvernig ég ná í mig annarkvort á innu eða í námsáætluninni, þannig að þið bara finnið ykkur leiðin ef þið þurfa að ná að mér. En síðan erum við náttúrulega alltaf með umræðutíma einu sinni í viku og ég mun setja inn það sem við vorum að tala í lótunni svona mestuleyti núna núna á eftir, þannig að við eigum að allir geta verið svona nokkurn veginn á sömu blaðsíðu hvort sem þau komu í lótuna eða ekki. Þannig að ég bara hlakka til að vinna með ykkur og þetta verður örugglega mjög skemmtileg bara skemmtileg haust með svolítið öðruvísi áskorunum heldur við höfum venjulega verið með. Takk fyrir! Ég ætla að renna yfir þennan fyrirlestur sem ég hélt í lótunni. Og það sem ég ætla að fara yfir í þessu fyrirlestri eftirfarandi. Það í fyrsta lagi skipulag námskeiðsins, markmið áfangans, námsáætlunin og námsmatið. Fara aðeins yfir bókina og netið og efni frá kennara og hvernig bókin uppsett. Hvað upplýsingatækni? Kynning og þáttakendum sem obviously ég mun sleppa núna af því að við erum ekki, þetta bara fyrirlestur. Tilrauna umræðutími, tilrauna fjarkennslutími og mér vinna að vera eitthvað og tilrauna verkefni. Skráarendingar, ég sleppti því að tala það í tímanum, þannig að ég mun tala það í einhverjum umræðutímanum og síðan farið bara beint yfir í Word í fyrsta verkefni. Námsáætlunin á 2 stöðum inn á innu og leið ég fer yfir innuna þá finnum við hvar þessi 2 staðir eru. Námsmat og einkunnir, það hvernig ég mun gefa fyrir og hvar þið sjáið einkunnirnar ykkar inn á innu. Og það fer ég líka í beint leið og ég opna innuna. Markmið áfangans eftirfarandi. Það í fyrsta lagi að nemendur geti sett upp efni í ritvinnslu með heimildum, myndum og töflum. Að nemendur geti gert útreikninga í Excel. Að nemendur geti gert PowerPoint kynningar, til dæmis varðandi ritgerðar í skólanum. Að nemendur þekki mismunandi skráarendingar og átti sig á því út frá skránni hvað forrit verið að ræða. Að nemendur geti unnið með myndir og breytt þeim og búið til einfaldar auglýsingar og eða upplýsingaefni. Og í síðasta lagi að nemendur þekki nýjasta nýtt í upplýsingatækni og geti leitað sér að gagni á netinu. Geti gert upptöku af til dæmis fyrirlestri og sendt inn. Og þetta allt atriði sem við munum fara í í áfanganum. Skipulagið eftirfarandi, það engin próf en það eru mjög mörg verkefni. Og ástæðan fyrir því svo að það ekki hægt að læra á tölvur nema að gera hlutina. Í fyrsta hlutanum sem þá frá þessari lótu og til næstu lótu, í staðlótunni þá förum við yfir allt sem tengist námskeiðinu og byrjum að vinna í Word. Síðan vikurnar fram að næstu lótu að það voru 19 skilaverkefni og 1 tímaverkefni og það verður að skila ákveð mörgum verkefnum til þess að þessi hluti teljist full kláraður eða 80%. Þetta svona cirka 15 verkefni og hvert verkefni, ég sýni ykkur það aðeins á eftir, gildir ekki nema cirka 1% af heildareinkunninni, þessum prósentum sem þetta gildir. Þannig að þið eru ekki fallin þó þið skilið ekki ykkur einu verkefni. Ef það eitthvað verkefni sem vex ykkur í augum eða þið hafið ekki tíma eða eitthvað, að í guðana bænum ekki hætta áfanganum bara því þið náðuð ekki að skila 1 eða 2 verkefnum. Heldur horfið á það og sjáuð hvort að það sé eitthvað sem að bara hreinlega megi fara. Síðan förum við í annan hlutan sem þá byrjar í staðlótu 2. Þá förum við PowerPoint og Excel. Og í PowerPointinu þá eru skilaverkefni 4 og 4 PDF-skjöl og 1 tímaverkefni. Og þetta eins og þessu 8 verkefni, en þetta raun og veru bara 4 því það eina sem þið að gera í PDF-verkefnunum að gera Save As. Þeir eru búin að gera verkefni 1, þá gerir þið Save As, PDF og ég vil fá það sendt inn líka sem PDF. Excel eru hins vegar eins og Word, það eru 19 verkefni og 1 tímaverkefni. Og í öllum, það ekki bara Excel og Word, það verður að skila einhverjum lágmarks hluta af verkefnum, 80%.
Síðan förum við yfir í þriðja hlutan sem er þá staðlóta 3 og þá ætlum við að fara í forrit sem heitir Canva og vinna svolítið með myndir og texta. Og þar eru skilaverkefni 6 og flestir ná að skila, ef ekki öllum í lotunni, að þá allavega 4, jafnvel 5. Það er líka lokaverkefni og það er semst eitt verkefni þar sem tvinnast saman allir þessir þættir sem að búið er að vinna með. Það er semst Word, það er Excel, það er að vísa ekki PowerPoint, en einhver spurði að því hvort það mætti skila í PowerPoint og það er þá allt í lagi ef allt kemur fram það sem það á að koma fram. Það verður að koma fram heimildir, það verður að koma tabla á Excel og svo framvegis. Tekið verður á svindli ef það kemur upp og ég fer yfir það í námsáætluninni, eða þið fer yfir það nú rétt á eftir. Námsefnið, að þá erum við að tala vinnubókina Office forritin sem er eftir Jóhannu Geirsdóttur og þetta er appelsínugul bók og ég sendi ykkur mynd af henni áður en námskeiðið hófst. Það er heimasíðan hjá Jóhannu, johanna.is, þar eru öll verkefnin, þannig þið ekki að slá verkefnin inn sjálf, pikka inn allan textan, heldur eigið í flestum tilfellum, það er 1 og 1 verkefni sem þið eigið að setja upp sjálf en þau eru mjög fá. Annað efni eru þá myndbönd sem ég mun setja fram og einhverju stuttir fyrirlestra sem koma þá frá mér líka. Efni í umræðutímum, að það getur verið einhver vídeo eða eitthvað sem ég set fram í byrjun tímans og við ræðum síðan í umræðutímanum. Hér lét ég þau gera í tímanum, fórum við inn á Mentimeter, settum upp mynd og höfum það opið og allir átt að segja hvað þeir töldu vera upplýsingatækni og þá kom fram þessi mynd sem kemur hér. Ég ætla að skjóta henni inn hérna. Og síðan fór fram kynning á nemendum sem við munum náttúrulega að sleppa, þar sem að ég er nú bara að lesa þetta upp hérna. Umræðutímarnir eru inn á Innu og þeir eru 15 og ég mun sýna ykkur það þegar ég opna Innuna á eftir. Og þeir eru á þriðjudag á milli 18 og 19. Það er 1 fljótandi tími sem þýðir að ef þið látið mig vita fyrirfram að þið viljið fá þennan fljótandi tíma, að þá getið þið verið fjarverandi og komið inn seinna kvöldið og svara því sem við höfum verið að tala kannski 3 innlegg eða eitthvað svoleiðis. Og þá fáið þið mætingu. En þetta eru alls 15 tímar, eitthvað af þeim mun vera í rauntíma, þannig ég ætla að prófa að nota annarkvort fjarkennsluna eða Zoom. Ég reikna með að verði frekar Zoom af því að það eru einhverjir sem áttu í erfiðleikum með að komast inn í. Ef fólk er í símum þá verðist vera misauðvelt að komast inn í umræðutíman eða fjarkennsluna. En það er ekki vera nein vandamál með Zoomi, þannig ég hugsi noti það frekar, en ég bara tala um það þegar að því kemur. Það var semst fjarkennslan inna, en í flestu tilfellum munum við bara nota umræðuþræðina. Og þá ætlum við að vinda okkur aðeins yfir í Innu og fara yfir hvar maður getur fundið ýmsa hluti þar. Þá erum við komin yfir í Innu og ég opnaði hana inn á efni, en þar mun ég setja allt efni sem að kemur fram ef það er eitthvað auka efni sem að þið skoða eða auka vídeo sem þið hafi beðið eða annað, að þá munu þau koma hérna og þá hver flokkur heitir sínu nafni og allt efni sem tilheyrir lotunni, það er til dæmis hér undir bara lota 1 og það sem er komið núna í þessa möppu er þá yfirleitt þetta sem ég er að fara yfir núna. Það er námsáætlunin, það er einkunnarreglan og fyrstu 4 verkefnin í kennslubókinni, þannig ef að fólk er ekki búið að fá bókina þá eru hérna ljósið af fyrstu 4 verkefnunum. Og síðan er það Facebook-grúpan sem að ég er búin að opna og ég hveti ykkur til að fara þar inn því að í flestu tilfellum að þá svara ég fyrirspurnum þar. Ef að það kemur fyrirspurn sem er almenn að þá mun ég svara henni inn á Facebook og ég bið ykkur endilega ef þið lendi í vandræðum, til dæmis ef þið er að vinna verkefni eða eitthvað, að fara inn á Facebook og setja spurninguna þar, því ef að ég get ekki svara strax að þá kannski er einhver annar nemandi sem er komið lengra búin að svara. Þannig ég hveti ykkur til að nota Facebook-grúpuna.
og hún verður lokuð, hún er það er hægt að finna hana í leit meðan þeir eru allir að komast inn en síðan mun ég taka hana út þannig að hún verður ekki finnaleg og þá er hún bara algjörlega private en það kemst enginn inn í hana samt sem áður hún er lokuð þó það sé hægt að finna hana í leit eins og er en þetta er sem sagt innan sem við erum inn á núna og við erum inn á flokknu sem heitir bara efni hér fremst er yfirlitið og þar sjáuði hjá mér sjáuði er opin og hjá ykkur núna líka að því ég er búin að opna þessa fjarkennslu og hún er sýnileg þangað til 4. því mér langar að biðja ykkur að pröfa svo að opna hana og sjá hvort þið komist inn þegar hún er ekki sýnileg lengur þá dettur þessi flipi út hann er bara sýnilegur þegar kennari er búin að opna þessa fjarkennslustund hvaða kennari sem það er sem þið eru hjá heimavinn og markmið, þið getið sjálf skrifa hér inni og eins getur kennari skrifa hérna inni og ég mun sitja hér inni ef það er eitthvað sérstakt í vikunum að þá mun ég sitja athugasemdir eða eitthvað hérna undir og ég nota þessa reyti, ég meina þessi heiti markmið en ég nota hann ekkert sem markmið, ég nota kannski bara fyrir skilaboð eða eitthvað svoleiðis. Síðan er liður hérna sem heitir verkefni, þar eru hérna öll verkefnin sem eru komin á skil og fyrstu 4 verkefnin þeim á að skila núna 7. september 7. DS er nú hérna síðasta ok, það er nú svolítið langt í það ég þarf að laga það greinilega þá verður 7. sept líka og eitt verkefni er hérna undir próf og þetta er pröfuverkefni sem ég ætla bara að biðja ykkur að opna og pröfa að svara og loka ég ætla að nota þennan lið hérna próf en ég nota hann eins og verkefni þannig að þetta er ekki, ég er ekki leggja fyrir ykkur próf ástæðan fyrir því er að það eru ákveðni eiginleikar þarna í yfirfærslunni sem eru ekki í verkefna ef ég legg fyrir verkefni þá til dæmis gæti ég ekki notað það sem heitir sjálfvirk yfirferð en ég get notað það hérna í prófinu til þess að flýta fyrir og þetta eru óbúslega mörg verkefni sem ég þarf að fara yfir og ég reyni að skila þeim alltaf ef þið skilið á sunnudegi þá er ég búin að skila á sunnudeginum á eftir í síðasta lagi og þar sem þið eru að skila 3-4 verkefnum á viku að þá er þetta svolítið mörg verkefni þannig ég er að reyna að auðvelda mér yfirferðina og nota þá þennan lið sem heitir próf en ég mun hafa þetta náttúrulega opið jafn lengi eins og hérna nema ef ég ætla að leggja þetta fyrir í tíma að þá er þetta bara tímaverkefni sem er opið bara í tímanum eitthvað meira hér, já ég hef verkefnin alltaf að skila verkefnunum á sunnudagskvöldi miðnætti ég hef þau samt opin í viku lengur þannig að ég hef það sem kallast sein skil af því fólk er til að byrja með oft mist lengi að koma sér í gang og mist lengi að vinna verkefnin til að byrja með þannig að þið hafið hálfan mánuð í rauninni þá skiladagurinn er samt sem áður bara, það er bara vika en ég ger enga athugasemd við það þó þið skilið viku síðar þannig að það er alveg opið og hérna ekkert sem kemur þar upp á hér inn á hérna hnapnum hér sem heitir upplýsingar þar eru upplýsingar kennaran hér er til dæmis námsáætlunin og hún er líka hér undir efninu þar sem ég setti líka link þannig að hún er á 2 stöðum þannig að þið geti fundið hana út allt hér væru ef það væri eitthvað próf en ég er ekki með neinn lokapróf þannig að það er ekkert sem heitir lokapróf hérna í þessum áfanga síðan er það bara ef það er eitthvað til minnis og ég held meira að ég held að þið eigi geta að nota hann sjálf og síðan er hérna hópalistin þannig að þið geti séð hérna hverjir eru í áfanganum næsti flipi á eftir er flipin verkefni og próf og þar koma sem sagt öll verkefni sem búið er að opna og það sem að hérna er undir próf og aftur íti okkur að pröfa að opna þetta hérna og ef ég smelli á það þá detti ég aftur inn sem kennari þannig ég ætla ekki að opna þetta en þetta segir sér bara alveg sjálft þetta er þá efnið og það er þessi efni sem ég er búin að fara yfir umræðurnar koma hér og ég vil biðja ykkur að hérna fara inn í og svara einu bara einhverju bulli, bara segja hæ eða eitthvað bara til að pröfa þetta, sjá hvernig þetta virkar þannig að ef ég opna þetta hér
að þá sjáu þið hérna að hér fullt af fólki búið að svara. Ef að ég get sett á þetta hérna like til þess að sýna ykkur að ég hafi séð svarið, og ef ég ætla kannski ekki að þetta bara, ég bara búin að sjá að þetta þegar búið að svara, þá bara geri ég hérna like á spurninguna. Ef þið viljið svara einhverju sérstökum, að þá getið smert hérna á reply og þá dettið þið inn í svar. Segjum bara ég ætla að fara hérna, hér eru nokkrir búin að svara mér sem hafa svarað hérna beint inn á þetta hérna, sérst hér kemur nýtt og svo innleikin við það koma að sjá þið beint undir það. Hérna eru þau bara öll laus, hér kem ég og þá eru innlegg þar undir. Og þetta það sem við munum nota í flestum tilfellum í umræðunum, og ástæðan fyrir því ég vil nota þetta hér frekar heldur en rauntíma umræðunar eru að ef við erum til dæmis að tala einhver verkefni og einhver vandræði sem fólk að lendi í verkefnum og annað, þá getur við komið tilbaka og skoða hvað var verið að tala en ef þetta í rauntíma, að þá náttúrulega þetta bara horfið. Þetta sem sagt umræðunar. Síðan hér sameiginlegt svæði sem við hérna hér geta nemendur sett inn efni og líka hérna kennarar, og við eftir að prófa þetta, hvernig þetta virkar. Hér eru einkunnir, ég get ekki farið inn í það og skoða það sem kennari, þannig að þið þurfum bara að smella á það og þá sjáu þið hvernig ég set upp einkunnaskalan. Ég ætla að sýna ykkur það frá mínum enda á eftir, þannig að hérna þið sjáu það. En þetta það helsta sem þið þurfum að fara í innu. Ég ætla að fara aftur hérna inn í efnið og ná í námsáætlunina sem hér, og hún kemur ekki, hún kemur hérna, og hér kemur hún, og þetta sem sagt vinnuplaggið sem við ætlum að vinna eftir. Þetta ég og netfangið mitt, hvað það sem við eigum að gera, sem við búin að fara yfir markmiðin hérna, og hérna hæfni markmiðin og það sem farið yfir líka. Námsmatið eftirfarandi, að nemendur vera að skila 80% af verkefni sem lögð eru fyrir í hverju verkþætti til að geta lokið. Þegar byrjar á nýjum verkþætti, sem þegar næsta lóta hefst, að þá ekki hægt að skila lengur verkefnum, til dæmis í Word, að þegar að staðlóta 2 byrjar, að þá ekki lengur hægt að skila Word-verkefnunum. Þannig að það Word klárast bara, og eins það þá með hérna, Excel og PowerPoint, að það klárast fyrir lótu 3. Og ef ég myndi ekki hafa þetta svona, þá fólk að draga það að skila inn alveg fram eftir öllu, og þá leið senkar því að þið fáið loka einhvern. Word gildir 20%, Excel 20%, PowerPoint 10%, Canva 10%, lokaverkefnið 15%, og síðan það 25% sem ástundun, viðvera og virkni í tímum. Og ég fer aðeins betur yfir þetta í einhverja hlutanum sem kemur bara hérna strax á eftir. Hér kennslubókin. Þegar við erum í lotum, þá erum við í tölvustofu, en það samt betra ef þið geti komið með ykkar eigin tölvu, vegna þess að þið vinni þá alltaf á sömu tölvuna, og það betra að læra á, vera alltaf og nota sama tækið. Í umræðutímanum þá erum við að ræða ýmsa þætti upplýsingatækninnar og byrja á ákveðnum, og svo geta verið aukaverkefni sem vinna þarf í tímum. Facebook-hópurinn, og svo það þetta með þá sem eru með Apple tölvur, að þeir verða að vera dálítið sjálfbjarga, vegna þess að Apple gefur það út að þetta sé Windows, Word for Windows, Word og þetta, Office pakkin, sé algjörlega samkeiranlegur með Apple og með Windows tölvum, en það ekki rétt. Þetta Office kerfi hannað fyrir Windows, sem eru þá ekki Apple tölvur, og Apple búin að aðlaga sitt kerfi, en þeir eru með mjög oft með það ekki að sömu stöðum sem að fliparnir og annað þannig að ef þið finnið ekki eitthvað, þá verðið þið að leita. Þið verðið bara að vera svolítið duglega að leita og googla á netinu. Ég ekki með Apple tölvu og hef aldrei notað hana. Hættu þessu! Já, suss! Leggstu?
Ég ekki með Apple 12 og hef aldrei notað Apple 12 þannig að ég get voðalega lítið bjargað ykkur nema ef það að koma sömu spurningar og hafa komið í námskeiðum áður, þá á ég eitthvað af þeim til og get svarað ykkur af því, en þið verðir líka vera þá bara svolítið duglega ef þið hendið inn á Facebook að ef ykkur annar er með Apple 12 og veit hvað þetta er að svara, að reyna aðeins að hjálpa stað. Síðan er það svindlið, að ef nefndu verða upp í sér að svindli þá fá þið 0 í þeim verktætti. Það er að segja að ef þið svindlið í verkefni 18 í Word þá fáið þið 0 fyrir öll hinn verkefni sem eru búin á undan. Þið fáið bara 0 fyrir þau 20%. Þannig að einhvern veginn kemur til með að lækka þá 20%, fá aldrei hærri en 8. Ég vil ekki hafa þannig að fólk sé bara sjálfkrafa detti út úr áfangunum ef það svindlar, vegna sem ég veist allir eigi skilið eitt séns, en þið eru náttúrulega að gera þetta fyrir ykkur sjálf, þannig að það gagnast ykkur ekkert ef þið eru að reyna að svindla á annað. Og ég er búin að sjá allar aðferðir við svindl frá því ég byrja, sem er pínu fyndið, að því nú er þetta allt, við erum fullorðið fólk, við erum ekki, þið veitir 16 ára krakkar, þannig að maður sér ekki alveg af hverju fólk er að reyna að svindla á ykkur sem er klárlega þið sjálf græðið á, en svona er þetta bara. Síðan er hér verk áætlunin sjálf. Hér er fyrsta vikan sem að það var engin kennsla þá af því að við byrjuðum í rauninni viku seinna og það er ástæðan fyrir því að það er svolítið ég þarf að hafa svolítið mörg verkefni til að byrja með. Ég sé það nú að ég hef nú sett 3 verkefni en ekki 4. Jæja, ég kannski breyti því fyrir ykkur þannig að þið þurfi ekki að skila nema 3 eftir fyrstu vikuna. Ég er búin að taka út eins mikið og ég gat, en þessi verkefni sem standa eftir, þetta eru allt verkefni með einhverju sem maður er að nota. Kannski síst smartart, ég veit það ekki, en yfirleitt finnst fólki það skemmtilegt að nota það, að ég hélt því verkefninni, en það er mjög fljótlegt verkefni og fólk er enga stund að gera það. En annað sem við erum að fara í þessu verkefnum, að þetta eru allt verkefni, atriði sem maður er að nota í Word. Ég fór svona svolítið vel yfir og hreinsaði út úr verkefni sem að ég hugsa með mér, maður notar þetta aldrei. Þið þurfið að nú datt ég út. Það er allt í lagi. Þetta kemur örugglega eftir smá tíma aftur. Þetta er sem sagt Word-hlutin, síðan erum við með staðlótuna sem kemur og þið sjáuð alltaf hvað það er áætlað. Já, það er það sem ég ætla að segja. Þið þurfið alltaf að skoða í verkefnahlutunum, kíkjum bara örsnögt á það eftir, hvaða verkefni þið að taka. Því ég sleppi það mörgum inn á milli að ég er ekki að taka 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Heldur tekið kannski 1, 2, 3, 4, sleppi 5, þið takið 6 og þannig þið verðið að kíkja. Þið megið þetta að gera verkefni sem er á milli, en þið ekki að skila mér þeim. Þannig að ef að þið eru sein, að þá hvet ég ykkur til að taka bara verkefnin sem að þið eigið að skila, en þið náttúrulega bara græða alltaf á því ef þið takið fleiri verkefni. Ég er búin að gera það sama með Excel, ég er búin að reyna að henda út verkefnum sem að ég tel að þið eru ekki, notið ekki. Hér set ég inn lokaverkefnið og ég ætla ekki að ræða lokaverkefnin eitt nánar vegna þess að við ræðum það bara í lotunni. Þið þurfið ekki að hafa áhyggjur af því á þessu stígi, því þetta er ekki neitt sem að þið eru hvort þið byrjuð að gera. Síðan set ég upp Canva og eins og ég segi flestir náði að klára það bara í lotunni. Þannig að ég fer bara tilbaka núna í innuna og næ í einkunnaregluna sem kemur þá hér og hér sjáum þið að Wordið það er 20%, það er 18 verkefni og 1 tíma verkefni, Excel er 20%, það er líka 18 verkefni og 1 tíma verkefni, PowerPoint er 4 verkefni og 4 PDF sem er það bara 4 verkefni og svo vistið þið það sem PDF, þannig að þá er þið komið með 4 viðbót. Canva er 6 verkefni og svo lokaverkefni sem eru úr flestum verkþáttum. Ástundun og virkni, það eru inn í því felst 3 lotur, 15 umræðutímar í Moodle, verkefni og samskipti sem eru þá samskipti í umræðutímanum og annað. Það þarf að skila á réttum tíma. Ég skipti því þannig að þeir sem skila á réttum tíma á sunnudaginn sem á að skila fá 10 stig. Þeir sem skila viku síðar eða eftir þessa viku skilin, þeir fá 5 stig, ef þið skil ekki fá þið 0.
Þetta verður engin seinskil hafa ekki áhrif samt á einkunnina sjálfa. Ef þið skilur verkefni þar sem þið eru að fá 10, skilið í viku og seint, að það fáið þið samt 10. En þið fáið samt í skila punktarnir sem þið fáið fyrir það, verða það bara 5. Og það sem ég er að tala um með þetta hér, þetta svo ég geti reiknað ástundun og virkni, að ég verði að hafa eitthvað í höndunum til að fara eftir. Og svo erum við með tímadótið, að þar læti hverja klukkustund í lótunni, hún gildir 20, meðan að umræðutíminn gildir 10 og ástæðan fyrir því er að fólk er að hafa margir mjög mikið fyrir að koma í lótunar, borga fullt af peningum fyrir flug eða keyra langa leiðir, þannig að mér finnst ekkit óeðlilegt að það sé stund sem er meira metin eða sérst hærra í stigum heldur en umræðutíminn þar sem maður situr bara heima hjá sér í tölvunni. Það er skyldumætingi alla tíma náttúrulega og þetta gerir þá 100%. Það var eitthvað sem ég ætlaði að sýna ykkur hérna í innunni, en ég man ekkert hvað það var. Það hlýtur að hafa verið eitthvað rosalega merkilegt. Ég ætla að vippa mér hérna aðeins inn í minn hluta sem er, ég ætla að sýna ykkur aðeins hvernig einhverna reglan kemur þá út. Hún er hér hjá mér, þið þurfum ekki að spá í því, vegna þess að það er ekki, þið sjáuð hann ekki nema bara, þetta hér ákoma neðst á skjánum hjá okkur. Þannig að þið að sjá þennan hérna, hvernig þetta hérna skiptist. Og þessi skipting er sem sagt, eins og hérna, ef ég fer bara hérna í vördið, að þá er þetta verkefni 1 gildir 1% af þessum 20%. Þannig þið sjáu, þetta er ekki, þú veist, þetta eru það mörg verkefni að þetta er ekki 100 hættinu þó 1 detti úr. Og eins hérna sjáu þið, það komi hérna. PowerPointið, þau eru aðeins misjöfn, ég letu gilda aðeins misjönd eftir í hvað er mikið að gera í þeim og PDF-in gilda minna heldur en hinn af því að hérna eðlilega þið eru ekki að gera neitt nema bara save as og sama er með Canva að síðustu 2 verkefnin þau eru miklu stærri, þau eru stærri heldur en fyrstu, þannig þau gilda aðeins meira heldur en fyrstu verkefnin og lokaverkefnið er áfram 15% og ástundun og virkni. Ég held að ég sé komin með allt sem ég þarf að tala um varðandi þetta og segi bara gangi ykkur vel. Ég ætla aðeins að opna vördið og það verður, ég ætla að hafa það sér, þannig þið þurfið ekki að fara í það frekar eða viljið en geti kíkt á það. Og ég segi það bara gangi ykkur vel og sjáumst í við viljum ekki að sjáumst inn í lótu, það er ekki fyrir eftir 6 vikur eða eitthvað, þannig að við sjáumst í fyrsta umræðutíma sem er á þriðjudaginn. Og fyrsti umræðutíminn er yfirleitt bara, við erum aðeins að fara yfir hvernig fólki gengur að koma sér á stað og ef það er einhver vandræði að þá reyni ég að hjálpa í þeim tíma og annað. Þannig það er ekkert sem liggur fyrir í rauninni í þeim tíma nema bara mæta. Ok, takk fyrir.